Meltingarkerfið er það kerfi sem tekur við matnum sem við borðum, brýtur hann niður í smærri einingar og í raun svo litlar einingar að þær komast yfir í blóðið. Þá er þetta að flytja þær líkamann, annarkvort til þess að brenna til þess að fá orku eða til þess að byggja upp líkamann, gera við og laga það sem þarf að laga. Þetta byrjar í munninum. Munnurinn, við teiknum munn hérna og nef, það er nú kannski ekki voða fallegu að kalla á mér, en munnurinn, það eru tennurnar brjóta niður fæðuna, síðan fer þetta hérna niður í kok. Í munninum kemur líka munnvatn sem blandast við þetta, þá er auðveldara að kyngja. Það eru líka lífhvatar í munnvatninu sem brjóta niður einfaldar sykrur. Þær komast jafnvel beint út í blóðið strax í munninum. Hérna niður í kokinu er barkakýlið. Þar greinist þetta niður í barka og niður í vélinda. En þegar við kyngjum fer maturinn niður í vélindað, sem er slangan sem liggur úr munnunum og niður í maga. Nú ætlum ég svona að fara að teikna þetta aðeins stærra. Vélindað er vöðvarík slanga, þannig að það er alveg saman þú séu upp á hvolfi þá maturinn ýtist samt í magan, einfaldlega vegna þess að slangan ýtir þessu áfram. En í maganum bætist magasafinn við, hann er súr, sýra í maganum, en innan á magaveggjunum er slímhúð sem ver magan fyrir þessari sýru. Þessi sýra, hún brýtur niður matinn í smærri einingar, svo fer þetta úr maganum yfir í skeifugörnina. Í skeifugörninni kemur inn safi úr brisinu. Þetta hérna er skeifugörn. Í brissafanum eru lífhvatar, ensím sem brjóta fæðuna niður. Þetta eru fyrst og fremst lífhvatar sem brjóta niður kolvetni niður í glúkósa, prótein niður í aminosýrur og fitu niður í glýseról og fitusýrur. En það er ekkert bara að gerast í skeifugörninni, þó þetta færi út í skeifugörninni, þetta er að gerast niður alla smáþarmana. Þarna kemur líka gall frá lifrinni. Lifrin liggur hérna á bakvið eða fyrir ofan og hún, eða gallið brýtur niður fituna, virkar svolítið eins og uppþvottalaugar á fitu. Úr skeifugörninni fer þetta niður í smáþarmana. Skeifugörnin er í raun svona upphafið að smáþarmunum, en smáþarmarnir er svona endalaus leiðsla hérna sem liggur öll hérna fram og tilbaka. Þar er gumsið að fara niður og þar eru veggirnir eiginlega bara svona. Til þess að auka yfirborðið, þetta eru kallaðar þarmatótur. Það er mikið blóð í þessum tótum, æðarnar liggja hérna alveg útið og þannig komast næringarefnin úr gumsinu sem vellur hérna niður yfir í blóðið og þá er þetta að flytja þetta þangað sem að líkaminn þarf að nota þetta. Úr smáþörmunum förum við síðan niður í ristilinn, komum inn í hann reyndar hérna megin. Hann fer svo í boga hérna yfir og tilbaka og niður hinum megin. Fyrsti hlutin af ristlinum sem er hérna megin kallast botlangi. Þegar við fáum bothlangakast og stundum talum að botlangi sem tekin úr okkur, það er nú yfirleitt ekki rétt. Hér er lítil tóta sem getur komið sýkingi og hún er yfirleitt tekin og stundum hlut af botlanganum með. En botlangi gegnir fyrst og fremst því hlutverki að taka vatnið úr því sem við borðum. Þannig að þegar við erum með niðurgang þá er það vegna þess að ristillinn er ekki að virka alveg rétt. Síðan fer þetta niður í endaþarminn og út. Á þessu ferli öllu erum við búin að ná yfir í blóðið eins mikið á næringarefnum við getum, en það er alltaf eitthvað sem verður eftir sem við náum ekki að nota og það er það sem við skilum út þegar við förum á klósettið.